Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Efesusbréfið 29:4. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður af munni, heldur það eitt, sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Efesusbréfið 32:4. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Efesusbréfið 5:1. Verðið því eftirbreytendur Guðs, svo sem elskuð börn hans. Efesusbréfið 5:2. Lifið í kærleika, eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnargjöf, Guði til þægilegs ilms. Efesusbréfið 5:4. Ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmandi spé. Þess í stað komi miklu fremur þakkagjöf. Efesusbréfið 5:6. Enginn tæli yður með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá, sem hlýða honum ekki. Efesusbréfið 5:8. Eitt sinn voru þér myrkur, en nú eru þér ljós í drottni. Hæðið yður eins og börn ljóssins. Efesusbréfið 10:5. Meti rétt, hvað drottni þóknast. Efesusbréfið 11:5. Eigið engan hlut í verkum myrkursins, sem ekkert gott hlýst af, heldur fletti miklu fremur ofan af þeim. Efesusbréfið 4:5. Hafið því nákvæma gát á, hvernig þér breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Efesusbréfið 16:5. Notið hverja stund, því að dagarnir eru vondir. Efesusbréfið 17:5. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja, hver sé vilji drottins. Efesusbréfið 18:5. Drekkið yður ekki drukkna af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum. Efesusbréfið 19:5. Og ávarpið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Syngið og leikið fyrir drottin í hjörtum yðar.
Efesusbréfið 20 mínútur yfir 5. Og þakki jafnan Guði, Föðurnum, fyrir alla hluti í nafni Drottins vors Jesú Krists. Efesusbréfið 21 mínútur yfir 5. Verið hver öðrum undirgefnir í ótta Krists. Efesusbréfið 22 mínútur yfir 5. Konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri Drottinn. Efesusbréfið 24 mínútur yfir 5. En eins og kirkjan undirgefin Kristi, þannig séu og konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Efesusbréfið 25 mínútur yfir 5. Þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Efesusbréfið 28 mínútur yfir 5. Þannig skulu eiginmennirnir elska konu sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína, elskar sjálfan sig. Efesusbréfið 33 mínútur yfir 5. En sem sagt, þér skuluð hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum. Efesusbréfið 6 á móti 1. Þér börn, hlýðu foreldrum yðar vegna Drottins, því að það er rétt. Efesusbréfið 6 á móti 2. Heiðra föður þinn og móður, það er hið fyrsta boðorð með fyrirheiti. Efesusbréfið 6 á móti 4. Og þér feður, reyti ekki börn yðar til reiði, heldur alið þau upp með aga og umvöndun Drottins. Efesusbréfið 6 á móti 5. Þér þrælar, hlýðið yðar jarðnesku herrum með lotningu og ótta, í einlægni hjartans, eins og það væri Kristur. Efesusbréfið 6 á móti 6. Ekki með augnaþjónustu, eins og þeir mönnum vilja þóknast, heldur eins og þjónar Krists, gjöra vilja Guðs af heilum huga. Efesusbréfið 6 á móti 7. Veitið þjónustu yðar af fúsu geði, eins og Drottinn ætti í hlut og ekki menn. Efesusbréfið 11 mínútur yfir 6. Klæðist alvætni Guðs, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Efesusbréfið 13 mínútur yfir 6. Takið því alvætni Guðs, til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldi velli, þegar þér hafið sigrað allt. Efesusbréfið 14 mínútur yfir 6. Standið því girtir sannleika lendar yðar og klæddir brynju réttlætisins. Efesusbréfið korter yfir 6. Og skóaður á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðskap friðarins. Efesusbréfið 16 mínútur yfir 6. Takið umfram allt skjöld trúarinnar, sem þér geti slögt með öll hinn eldlegu skeyti hins vonda. Efesusbréfið 17 mínútur yfir 6. Takið við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans, sem Guðs orð. Efesusbréfið 18 mínútur yfir 6. Gjörið það með bæn og beiðni og biðjið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilögum. Efesusbréfið 19 mínútur yfir 6. Biðjið fyrir mér, að mér verði gefin orð að mæla, þá ég lík upp munni mínum,
til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnaðarerindisins. Filippíbréfið 2:2. Þá gjöri gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Filippíbréfið 2:3. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagynd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Filippíbréfið 2:4. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einni annara. Filippíbréfið 2:5. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið 12:2. Þess vegna, mínir elskuðu, þér sem ætíð hafi verið hlýðnir, vinni nú að sálihjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú, þegar ég er fjarri. Filippíbréfið 14:2. Gjörið allt án þess að mögla og hika. Filippíbréfið 18:2. Af hinnu sama skulu þér einnig gleðjast og samgleðjast mér. Filippíbréfið 3:1. Að endingu, bræður mínir, verið glaðir í Drottni. Ég tel ekki eftir mér að endurtaka það, sem ég hef skrifað, en yður er það til öryggis. Filippíbréfið 3:2. Gefi gætur að hundunum, gefi gætur að hinum vondu verkamönnum, gefi gætur að hinum sundurskortnu. Filippíbréfið 17:3. Bræður, breytið allir eftir mér og festi sjónir yðar á þeim, sem breyta eftir þeirri fyrirmynd, við höfum yður gefið. Filippíbréfið 4:1. Þess vegna, mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna, standið þá stöðugir í Drottni, þér elskuðu. Filippíbréfið 4:2. Evóti ég áminni ég og síntíki áminni ég að vera samlindar vegna Drottins. Filippíbréfið 4:3. Já, ég bið einnig þig, trúlyndi samþjón, hjálpa þú þeim, því að þær börðust með mér við boðun fagnaðarerindisins, ásamt Klemens og öðrum samverkamönnum mínum, og standa nöfn þeirra í lífsins bók. Filippíbréfið 4:4. Verið ávallt glaðir í Drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Filippíbréfið 4:5. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn er í nánd.